Þetta er sigur hérna á móti Breiðablik, svona fyrstu viðbrögð? Fyrst og fremst bara virkilega ánægð með frammistöðuna í svona leik sem alltaf er rosa mikið í húi fyrir okkur og ekki þá. Samt svo að byrjaði leikum svo það væri meira svona upp frá þá. Við vorum hérna ekki alveg svona mættið leiks eins og ég vilja okkur sjá. En það er þannig með þetta Breiðabliksliða. Ég er hefðið þessi Blikaliði, þeir eru mjög góðir. Vantaði alltaf Dino hjá þeim í dag og hann unga strákarna hennar Lóa líka. Þannig þú veist, seinni hálfleikurinn svona breytist þetta fyrir okkur á aðalega varnarlega, skiljum við, það er bara svona matchup wise sko. Þið eru sko, já, einhverjum stigum undir og síðan kemur þetta svakalega raun hann í þriða, 14-1, hvað er? Og við missum það raun og bara á, skiljum við, ég er ekki alveg sko staðið, við missum það raun og bara strax aftur sko. Já. Þannig rosa mikla svona hæðir og læðir í svona leik sko. Og þeir byrjaði svona hlaupa á okkur og við náðum aðeins svona vakna, það var svo slæmi kaflinn okkar að þeir komið tilbaka. Þannig eins og einhverju gerist í þessu. En bara já, enn og aftur sko. Varnarlega er það sem vinnum leik sko. Isaac á svona kannski ekki góða frammistöðu í fyrirleik. Hann fekk bara verkefnið í seinni hálfleik, skilur að dekka Sölva og bara gerir það ótrúlega vel. Frank líka sóknarmegin skilur bara að skila stígum bara trekk í trekk sko. En svo má þetta ekki gleyma því skilur, Bræðir, Birkir og Arnar líka. Það var frábært performance af þeim báðum sko. Hvað þið eru einhverjum 10 stigum undir og búið að tapa mörgum leikjum og þú veist, hvað fer í gegnum hugan, skilur, einhverja 4-5 mínútur eftir? Það er bara, ég held að það kannski er svona gefur kannski auðvitað leið, við erum bara í þeirri stöðu að við erum bara að berjast fyrir lífi okkur í deildinni sko. Þannig það er kannski ekkert núna bara í fögnum þessu sigri og við erum Snæfell í næsta leik og við þurfum að spila Pétur, skilur þá, en til að vinna Snæfell í bólunni sko. Takk hérlega fyrir.